Já, kæru áhorfendur heima, velkomin að þessari útsendingu hjá okkur hér úr Víkinu, þar sem að meistaraflokkur kvenna í Víkingi að taka á móti Fram U. Víkingstelpurnar áttu frábæran leik hér í vikunni, þar sem að þær unnu öruggan sigur á Fjölni Fylki, 30 mörk gegn 21 eftir að leikurinn hafði verið í járnum alla tíð, en það hætti að verði á brattan að sækja í dag þar sem að það taka á móti Fram U sem að á toppi deildarinnar með 22 stig, frábært lið sem að Framarar eru með, náttúrulega bæði í meistaraflokki og áratuga fyrir og síðan þetta U-lið sem að á toppnum á deildinni. Víkingar eru hins vegar í 7. sæti með 6 stig, þannig að það eru Framarar sem að byrja með boltan og láta hann ganga hér fyrir utan, stilla upp fyrstu sókninni. Aggressív vörn hjá Víkingum, það alltaf ekki að láta þær komast í gegn sem þær samt gera Víkingar. Þarna gekk boltinn mjög vel og hratt út í hægra horni þar sem að ekkert úr alltof víðu færi. Leikmaður númer 21, Margrét Castillo, skoraði. Nú þær í framvörni taka þarna mjög hart á Helgu sem að gekk inn í vörnina, en Víkistelpur láta boltann ganga hér. Arna á miðjunni númer 14 og Helga númer 21 og Auður Brynja númer 24 vinstra megin fyrir utan. Í hægra horninu Isabella Ösp númer 7 og góðsending og skipting yfir og Helga með skotamarki, en lítur aðeins framhjá. Isabella Ösp í vinstra, þarna vel spilað hjá Frömmunum hér hratt fyrir utan og komist í gegnum vörn Víkingsós, komast yfir í 2-0 eftir stuttan leik, en Víkingar komin í sókn aftur. Helga, þarna fyrir Auður Brynja og Helga og hún áfram inn í gegn og þarna stendur maður inn í nánast miðjum teig, en Víkingar fá einungis
aukakast úr þessu en boltinn komin á stað hér, Helga nú Auður komin á miðjun og Arnar fyrir vinstra megin. Í vinstra horninu sýnist mér ég vera Katrín Magnúsdóttir. Auður upp, ógnar yfir á Helgu, aðeins mista að svo slög sendinga sem að leikmaður númer 15 Harpa María Friggeirsdóttir tekur nær. Nú þá var hún ákveðin sendingja fram hér í þessu hraðahlaupi sem þær voru að reyna að byggja upp. Framstelpur og Víkingar aftur konur með boltan og staðan er 2-0 fram í vil eftir 2,5 mínútur leiksins. Já, og hjá Víkingum inn á línunni er nú Steinunn Birta sem er mjög öflug, átti góð mörk í síðasta leik og átti ekki hvað sísta þátti því þegar Víkingstelpurnar rifið sig frá Fjölni Víking. En þær missa boltan í sókninu, rauðsótt hjá Fram og þær láta boltan ganga mjög vel út í hornið til vinstra hornið þar sem að Harpa María Friggeirsdóttir fær allt og mikið pláss og skorar örugglega úr mjög góðu færi sem að sköpuðu með hröðum bolta hraðri stimplíku. 3-0 fyrir Fram þegar að 3 mínútur eru liðnar af leiknum. Nú það er Arnar fyrir, það er klippingarni yfir Auður Brynja á miðjunni, Helga til vinstri, yfir á Örnu Þyrju, kemur boltan og Steinunn Birta Steinunn Birta þarna frí á vörninni á línunni en Auður Brynja sá Katrínu frí út í horninu en vel gert í varnarleik Fram sem náði að hindra sendinguna en það var brotið á Auði sem að reynir núna skot sem að fer rétt fram hjá markinu og það góður mikill hraði í hraðahlaupum Framara og það er uppskera með enn einu markinu hér á upphafsmyndum leiksins. Það er leikmaður númer 21 Margrét Castillo sem að gera það og eftir 4 mínútur er staðan 4-0 Frömmurum í vil. En Víkingstelpurnar byggja hér upp sótt sína nýju Arnar Þyrju og Auður Brynja markið og á skot aftur framhjá er búin að eiga 2 skot vinstra megin framhjá markinu og aðeins að stilla kanúnuna, það veit næst að hún er kanúna, algjör kanúna getur átt alveg stórkostlega föst og góð skot og skora mikið af mörkum en endrum eins að þá lenda þessi boltar utan við markið. Nú Framstelpurnar koma hér á stað, á miðjunni númer 13 er Erna Guðlaug Gunnarsdóttir sem að stýrir þeirra leik, hérna vinstra megin númer 4 Dæði Ásta Halldórsdóttir og þarna var glæsileg sending hjá inn á línuna á sýnist mér Svölu Júlíu Gunnarsdóttir. Emília varði mjög vel og framar að fá víti virtist að verið hafði sýtt við leikmanni Fram og framkominni 5-0 fyrir 5 mínútur eftir að leiknum. Nú Sigfús Páll Sigfússon, þjálfari Víkinga, tekur nú leikhlé, enda kannski aðeins ástæði þess eftir að vera komið 5-0 undir eftir 5 mínútna leik. Það hefur ekki alveg verið nógun hypnaðar sóknaraðgerðir Víkings í leiknum. Skotin framhjá markinu, Helga með ágætt skot í upphafi leik sem að fór vinstra megin framhjá og Auður Birna í 2 skot sem að hafa farið rétt frá stönginni vinstra megin röngum megin þar að segja utanverðinni. Þannig að ágætt skotfæri hafa ekki verið nógu vel nýtt skotin færi framhjá markinu. Og það verður vist að hitta á ramman til þess að halda sér í leik sem þessum. En eins og ég sagði hér upphafi þá var ljóst að það yrði á brattan að sækja fyrir Víkingstelpurnar. Fram með þetta flotta lið leiði deildina og toppdeildarinnar með 22 stig á meðan Víkingar eru að berja sig upp á leið upp að miðju deildarinnar. Unnu hér mjög góðan sigur í síðustu viku og skemmtilegt að sjá hvað þetta lið er að byggjast hægt og rólega upp og spurningin fyrir þær núna er að berjast fyrir því að komast í umspil
sem var mjög skemmtilegt innspil að komast upp í efstu deild. Þótt að þessi kannski ekki mjög raunhæfur möguleiki eins og staðan í dag að komast upp í efstu deild, þá var það sem við ætlum og það að þetta lið unga og efnilega lið Víkings að fá að taka þátt í umspili, það skiptir máli. Nú Auður fer hér ógnar vel, opnar í vinstra horni fyrir Katrínu sem á skoti stöng og enn eitt hraðahlaupið vel útfært, þar hraðahlaup hjá frömmurum hratt og vel útfært, en þarna var Arnarþyri mjög klók og fljót í vörninni og náði að þvinga leikmann fram aðeins til vinstri og hún skaut framhjá, en réttilega dæmt aukakast. Þetta var ekki mikið brot en nóg til þess að það yrði flautað. Nú, og enn einu sinni opnast horni vinstra megin hjá Víkingum, en að þessa sinni þá sér Emilia Dögg við henni Margrétu Castillo og verð þarna. Hún fekk kannski þar Margrét að hafa tildulega þöngfæri, vegna þess að hún hafði meira pláss núna heldur hún búin að vera með, og Helga með ágætt skot en vel varið hjá, já, nú að sjá hvor þeirra í markinu, Ástrós eða Sara. Þetta sést mér Ástrós. Og enn eitt hraðahlaup hjá frömmurum þar sem að leikmaður númer 13 Erna Guðlaug Gunnarsdóttir skorar og Framar komnar 6-0 yfir þegar 7 mínútur eru búnar af leiknum. Þetta hörkulið Framulið og gæti vel unni leik í efstu deild ef við værum að spila þar, en það er ekki hægt þegar ulið eru til staðar. Það má bara vera eitt lið frá hverju liði þar að segja í hverju deild og aðaliði hjá frammeistaraflokkur er sjálfsögðu í efstu deild, þannig að yngri stelpurnar og nokkrar aðrar þurfa að spila og eru þá að spila með framuliði í gömlannari deild. Ég er nú svo gamall að þetta var í fyrsta deild og önnur deild þegar ég var í þessu, en heiti núna eitthvað annað. Þarna var, já, hérna, ég er ekki alveg vissum að þetta hafi talið rétt þarna, en ok. Arnarþyri misti boltan og dæmdi hann að tígrip, en ég held hann eftir eitt upp eftir, en örugglega hefur dómarinn rétt fyrir sér þess en ekki ég. Þetta skiptir Sigfús Auði út, skiptu, hún er búin að koma sér svo sem ágætt skotfæri í tvígang en ekki hitt, og í staði kemur númer 11 Estes sem fer á fullu inn í vörnina og það vantar herslumuninn að komast algjörlega gegnum vörn Framara og þá er það annað, já. Við sjáum hvað setur núna, hún er mjög kröftu og góðu fittar hún næsta. Aftur og sérna sjáum hvað góðu fittar kemur og boltan áfram og nú að þessu sinni þá var dæmt á það að varnarmaður Fram stóð inni í teignum þegar að árásin var gerð. Það gerist reyndar hérna hjá Helgu líka fyrr í leiknum en þá var það ekki dæmt. En svona getur það verið líklega einhver ástæða fyrir því. Nú, Framar taka mjög hraðan við og voru strax búin að vinna einn mann í sókninni. Boltinn gengur mjög hratt hjá þeim frá vinstri til hægri þar sem að þær eru búnar að vinna mann og komna með yfirtölu og boltinn gengur þá út í hornið þar sem að einu sinni er það Margrét Castillo sem skorar. Og þarna er Helga komin í gegn og dæmtu réttilega vítakast. Það nú allt í lagi verið að halda markinu en þeir kannski talið að annarkvort eru komin búin að stíga á línu eða tekið skref. Arnarþyri kemur hér á vítapunktinn og ætlar að taka þá fyrsta víti Víkings í leiknum. Og hún skýtur framhjá því miður og staðan er 8-1 fram í vil þegar 9 mínútur eru búnar á leiknum, eða tæplega 10 mínútur búnar á leiknum. Og aftur kemur þessi hraðastimplun strax upp úr hraðahlaupi hjá stelpunum Fram sem endar með marki hér vinstra megin í horninu vinstra megin. Þetta var synd þarna áðan, markið hefði nú mátt bara standa hjá henni Helgu sem sá ekkert að því marki en þetta er nú bara svona. Og Víkingsstelpur Helga var með ekki góða sendingu út í hægra hornið á hana Ísabellu og boltinn út af og Fram vinna boltan og þetta er fyrsta sóknin í langa tíma sem að ekki enda með hraðahlaupi
hjá Framstelpu. Það byggja hér upp, það leist þarna inn á miðjuna aftur yfir, nú búið að vinna yfirtölu og var þarna tæri horninu saman, en það var leikmaður númer 13 Erna Guðlaug sem skaut í stöng. Víkingstelpuna koma hér hratt á vörnina, en það er mjög hraðar aftur Framstelpuna. Góð sending frá Ester inn á steinunni sem að skorar að öðruríki. Og þetta mjög vel spila saman, og nú voru þar einum og snakkað fram að Framstelpurnar. Það verða þegar bolti fyrir í gang á miðju, þá boltin að vera á miðju og allir leikmenn liðsins á sínu vallarhelmingi. En þarna voru nánast allar stelpurnar nema sú sem að tók miðjunu, og markmaðurinn komið fram fyrir miðju hjá Víking, og þá þarf að kalla það tilbaka og þær hefur leikað 9. Nú staðan er 9-2 núna eftir 11,5 mínútu. Fram í vil. Þarna átti leikmaður númer 11 Svala Júlía, það fór enginn út í hennar og hún á vítateign, þannig hún bara skaut, fínt skot sem að hún skoraði, og staðan orðin 10-2 fram í vil. Hraður leikur hjá Frömmurum og þessum Víkingstelpunum líka, en það er alveg ljóst en svo tölurnar sína að Framstelpurnar ráða betur við hraðan. Og Helga Ester inn á vörninni yfir Helgu, og Helga kemur skoti sem er varið, sem að Ástrós, ég heldur sé Ástrós í markinu, númer 18 Ástrós sem að en boltinn út til hliðlínu og Víkingar halda boltanum. Þarna fyrir Ester niður með boltana, og hún er tekin hörðum höndum, og aftur Helga tekin hörðum höndum og dæmt aukakast, hending komin á loft. Helga fer það gegn inn í hornið á Ísabelin, ekki nægilega góð sending, og enn einu sinni missa stelpurnar horninu. Þarna voru kannski. Og þessi sæmi hraðinn aftur hjá Framstelpum, það taka sóknina mjög hratt og keyra alltaf hraðaklaupin, komast þarna með góða sendingun á línu, en sem betur fyrir Víking var skotið í gólf og yfir. Og núna var Helga komin inn, og þarna verð ég að segja það að ég, samkvæmt þeirri reglum sem ég lærði, að þá hefði þetta átt að vera víti, vegna þess að varnarmaður Fram braut á henni og stóð langt inn í teig, og það á að vera víti. Það er innri dómari sem á að dæma það, en ég ætla nú bara að hætta að tjá mig um dómgæsluna úr þessu, það er ekki óhægt. Nú boltinn gengur ágætlega hér að utan. Vel gert í orðinu fyrir Steinunum. Steinunum skýtur í slá og yfir, staðan 10-2 þegar 13,5 mínúta er búin, og Framstelpur keyra á fullu á vörnum hraðanflupi eins og það geta þetta leikinn, og svona önnur bylgja sem verður til þess að það ná að vinna gott pláss í hægra horninu, og það skora örugglega á staðan 11-2. Þetta er nú svona óþarflega mikill munur í leiknum. Víking er búinn að misnota víti og átt dálítið að skotum rétt framhjá, en þetta hlýtur að fara að koma Ester í gegnum vörnina áfram inn á línu á Steinunni, sem að var yfir bakið á henni og dæmt á þetta aukakast. Helga Ester eru Örnuþyri, þær klippa Örnuþyri dálítið út, enda er hún góð spilar, en Steinur kemur þarna, sóknarmaður Fram ætlaði að lauma sig á milli, en Ester sá við henni og hélt áfram inn í hornið, en svona hálfvandræðalegu leikur Víkingstelpanna. Boltinn greinilega farið þarna aftur fyrir endamörk, þótt að Ísabella hafi gripið þarna sendingur á Örnuþyri, og enn einu sinni keyra Framstelpurnar á fullu á vörnina, og Erna Guðlaug skora hérna af öryggi. Nú Sigfús gerir nú tvær skiptingar hjá liði sínu. Númer 5 kemur Sóley Bjarkadóttir inn í vinstra hornið, og í hægra hornið kemur númer 30 Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir, en heldur línunni hér fyrir utan. Ups, já, þarna var Ester að reyna að koma boltanum út í hornið eftir að hafi verið brotið á henni, en leikmaður Fram komst inn í sendinguna, en Víkingar fá aukakast. Við erum afsakað það að já, Esterinn
og Örnu Þyri inn að vörninni, það gripið aftan í hana þarna og dæmt aukakast og Víkingar halda boltanum. Ester inn í vörna, inn í gegnum Glufu og Ester skora af öryggi og réttilega dæmda 2 mínútur á varnarmann Fram, Daði Ástu. Hún var aðeins og sein í þessu og greip í hönd Estera sem það kraftmikil að þetta var svona gripið aftan í höndina og vantanlega ekki ætlaði að gera það en Ester kröftu og snögg og konstantni gegn að skora öryggi og framstelpu núna 2 leikmönnum færri. Það eru 15 mínútur liðnar af þessum leik og Framarar komið með örugga og þægilega stöðu, búin að skora 12 mörk gegn 3 mörkum Víkings. Þetta var einungis 3. mark Víkings, þetta ágæta mark Esterar. Já, það sem ég segja áðan að þið forlása því að ég sé bara hreinlega ekki alveg nógu vel strangur dómur þetta víti en þetta vantarlega þetta fara rauk fyrir því. Við komum á þann aldur að ég sé ekki alveg eins og ég gerði hér fyrir 40 árum eða svo og tók með lesglöðurinn á leikinn í staðinn fyrir hinglöðurinn mín þannig að það fyrir dálítið í móðu númerinn á stelpunum og þess vegna tekur dálítið tíma að sjá hver hvað í þessu. En ég sé hins vegar alltaf þegar boltinn fyrir markið og þessu sinni var það Erna Guðlaug sem að skoraði öryggi úr víti og kemur Fram 13-3 10 mörk yfir. Helga inn og kemur vörna og þarna afturgreinari vitið, þarna brot á hennu og gengi fyrir hann inn í teiginn. Þótt að brotið hafi ekki sjálfu sér ekki verið gróft en þá var þetta í upphöðu marktækifæri og varnarmaður styttir sér leið inn í teiginn og það er víti og Arna komur aftur á punktinn, hún klikkar á hann en ég vissum hún gerir það ekki aftur. Jú, hún gerir það en fekk boltan aftur tilbaka í róleitum og leggur hann vinstra megin við hana Sörutjá Reykdal sem kom inn á til að reyna að verja vítið í staði fyrir Ástrú Bender og hún gerði það reyndar en Arna Þyri náði frákastinu og skoraði og staðan úr 13-14 þegar að rúma 17 mínútur eftir og það er hálf mínúta eða þar til að Framarar ná fullu liði aftur eftir brottreksturinn áður en þrátt fyrir það eru þau búin að opna vörnina mjög vel. Þarna hafði hornamaður Fram gott færi, mikið rými en ákvað að láta leikinn halda aftur, fara aftur mikið rýma þrátt fyrir það að Framstelpur sé einu færi þá náður að opna hornið þarna vinstra megin enn einu sinni aftur. Það er aldrei þannig, það er blokkering, varnarmaður blokkerar vinstri varnarmann Víkings og þær hafa ekki séð þessi Víkingsstelpunar, þær þurfa náttúrulega hornarmaður þarf að bara fara áfram inn á hornið vinstra megin við blokkeringuna og bakkinn vinstra megin að taka stöðu hans þar sem línumarinn en það verður ekki gerst núna í 2 skipti í þessari svo. En frábær sendingi Örnu Þyri inn á Steinunni Birtu en stórkostlega markaslæg hjá Ástrúsi Bender og voltið hraðar upp eins og alltaf hjá Framstelpum en nú ónákvæð sending hjá Ernu Guðlaug sem fór aftur fyrir hana Daði Ástu en það náðu þó að halda boltanum inn á vellinum og halda boltanum staðan 14-4 þegar að 18,5 mínútur liðin á leiknum. Nú en einu sinni eru búin að koma yfirtölu þarna hægra megin þótt hafi ákveða að spila boltanum aftur tilbaka. Víkingsstelpunar hraðalöpin, Arna Þyri með ónákvæma sendingu og út af og Fram fær boltan aftur. Það sem var að segja aftur að enn einu sinni þá ná Framarar að opna vel hornið þarna hægra megin þótt að hafi ekki nýtt sér það núna. Skot sem að vörnið og Emilía Dögg nær að slá aftur fyrir markið og Víkingar ná boltanum á ný. Arna Þyri, Ester og Helga og inn Ester, Arna Þyri, Ester, Helga. Það má gera aðeins að róa og fara svo stað. Arna Þyri af stað. Fer hérna inn í gegnum vörnina og skýtur yfir. Vildi greinilega fá eitthvað aðeins dæmt á þetta en fekk ekki. Ég sá ekki neitt brot heldur en kannski hefur einhver aðeins átt við hana. Eða sem komið við hana hérna á leiðinni. Nú Framstelpur byggir aftur, nei það eru ekkert að því. Þetta og dómarinn dæmir þarna
þarna víti og rekur út af hana Ólöfu Kristínu. Mér sýndist nú að hann bara standa kjur og hreyfði sig ekki nokkuð skapaðan hlut en leikmaðurinn stökk utan í hana. En þetta var dæmt víti sem að reyndar mjög sjaldnast gerist. Hún hreyfði líklega lyft löppinni af vítapunkti og skoraði ekki, markið dæmt af. En Víkingar eru einu færi núna næstu 45 sekúndurnar, staðan 14-4. Ester, Helga og núna Alena komin inn, línumannskjöf hleypur hérna inn á línu, var í horninu inn á línu. Góð hugsun en framstelpunar eru verulega seigar og góður í vörninni. Og enn einu sinni hratt hraðaupplið og þær spinna sig gegnum vörnina og Víkingstelpur aðeins og seinar að brjóta á henni Ernu Guðlaugu sem að fær dæmt víti en það komin í ákjósanlegt færi. Nú passar hún sig að halda fætinum á vítapunktunum og gerir það og skorar. Staðan 15-4 þegar 20 mínútur líður að leiknum og Víkingstelpur færri 50. Það er á brattan að sækja í þessum leik. Þetta framlið mjög sterkt, mjög hratt og öflugt. En við höfum nú vonast til þess að stelpurnar okkar fengu aðeins betur í framörunum en það hefur ekki tekist nægilega vel. En sjáum hvernig þessi leikur þróast. Ester, Helga, Ester, 1. Yfir, Helga missi boltan klaufalegt, það er ekki alveg að sér, er að missa boltan klaufalega, algjörlega óþörfu og það má ekki geta þessu sterka liði fram sem að eru þetta snöggar í sóknina og keyra hlaupin af miklum krafti, skora nú enn eitt marki úr hraðahlaupi og staðan 16-14 fram í vil. 16-4, já. Á hver rétt staðan er og segja vel hvað fram í vil. Nú Arnar fyrir að vörninni gefur á Helgu og hún í gegn og þetta er ekkert, já þarna skoraði hann sem er náttúrulega bara miklu betra og hefði vantarlega fengið víti ef hann ekki náð boltanum í gang og aftur krafturinn í þessum stelpum í fram hann er svo mikil, þær eru svo snögga fram og að þær eru konar undan sjálfu sér og þetta er annað skipti sem að dómarar hafa þurft að kalla þetta tilbaka þar sem að stærstir hlutar af liðinu var komin langt fram yfir miðlínu áður en að boltinn var komin í gang. Nú þær eru fann að skipta hér og gefa fleirum framstelpur og gefa fleirum tækifæri. Það er komin inn á hérna númer 10 Harpa Elín. Nú þarna Erna Guðlaug sem reyndar er búin að vera alla leikinn. Og í vinstra horni er komin númer 9, hún Elisabeth Ósk Ingadóttir sem ekki sér hér inn á aftur en þarna var ekki nægilega góð sending hjá sá hana Ísabel fría og já, þriðja skiptið fyrir að dómar að kalla framstelpurnar aftur á sinn vallarhelming þegar þeir taka miðju. Þarna þegar ég sá að Ísabel var komin fremst og var með ágæta sendingu sem að leikmaður fram slætti í en Ísabel var ekkert að gefast upp, náði boltanum og stansi fram hjá varnarmanni og skoraði staðan 16-6 núna þegar 23 mínútur eru liðnar á leiknum og jafnt í liðum aftur. Nú það er komið meiri harka í vörnina hjá Víkingum. Þetta kom Sóli stoppaði hana Ernu Guðlaug sem hefur stjórna spilinu og hérna þegar Erna Guðlaug segi já, ups, frábær sending hérna Helga út í hornið á Ísabellu sem að skoraði og minkar munni núna í 16-7. Það er að segja á þann hérna að Erna Guðlaug átti þetta skot sem fór í varnarvegginn og Svana Björg Birgisdóttir sem er búin að skipta við Emilíu Dögg í markinu átti ekki neinum vandræðum en verið það skot. Og upp úr því þá kom hraðaupplið Víking loksins og sem að endaði
endaði með marki og staðan 16-7 þegar 24,5 mínútur liðin á leiknum. En framstelpurnar, það láta boltan ganga hér bara fyrir utan, það er aðeins. En einu sinni komin yfirtala þarna hægra megin. Vörnin ekki að vinna vinnuna sína þarna vinstra megin. Þetta allt og oft það sem að framstelpur komnar 2 eða 3 á móti 2 þarna vinstra megin. Ríkismegin Arna fyrir Gafur Sóli en hún ákvað að halda boltanum áfram í leik. Dálítið þröngt færi og Víkingar halda boltanum. 5 mínútur eftir þessum leik þegar staðan 17-7. Nú Alana kemur þarna út úr vörninni, hlaupandi, fer aftur inn á línu, Ester, Arna á miðjunni, gefur henni Alanu sem heldur ekki boltanum, en Helga náði boltanum, kemur út á Ísabel með lausskot sem örugglega varið. Og hraðaupplaup sem að Valgerður Arnars skorar úr. Þetta mjög vel gert hjá þeim og vel útfærð hjá þeim yfirleitt hraðaupplaupin. Það eru hraðarsnöggar og vita algjörlega hvernig þær eiga að spila og hver hvar sýnist manni. Greinilega vel æft. Nú Brynja komin aftur inn á skipta og Hóknar Ester á miðjunni. Ferið til vinstri og þarna ætla að koma boltanum áfram. Brynja var búin að vinna manninn en á henni brotið og dæmdi aukakast. Ester og Brynja og svo bara niður með boltan. En það hávörnin sem að veru þetta sem kallar nokkuð gott. Hún nú ekki mjög lágvaxin hún Brynja og stökku ágætlega þarna upp. Þannig að þetta var góð hávörn hjá framvörum. En þeirra hraðaupplaup framstelpna rennur út úr sandinn. Víkingar halda boltanum staðan 18-17 þegar að tæpar 18-7 sé ekki 17. Já, það var bara breytt í grænu hvelli í 18-8 og mjög hratt sótt hjá framvörum en Víkingar komast þarna inn í línusendingu ágætlega. Og halda boltanum og nærið því búin að tapa aftur en halda honum hér Auðubrynju upp og bara niður með boltan og aftur framhjá en þarna var greinilega slegið höndin hennar, heyrðist alla leið hér upp þannig að hún fær dæmt aukakast og það var nú höll sem dæmdu, allavega þá halda Víkistelpurnar boltanum og það það sem skiptir máli fyrir þær. Núna þegar 2,5 mínútur eftir að fyrri hálfleik þá 10 marka munur fram í vil, 18-8. Auðubirna og svo þarna kom það, þarna fekk ég hann Brynju upp og fastu boltan niður sem að steinleikur inni og markmaður fram. Hún Ástrós átti ekki möguleika í þetta skot. Tók smá tíma hjá henni Auði að stilla færbísuna. Átti 2 föst skot út fyrir í fyrri hálfleik í fyrstu 2 sóknunum. En nú var stillingin algjörlega rétt. En einu sinni galopnaði hornið þarna vinstra með framstelpur og komast á aftur í bæta við einu marki og staði 19-9. Að verða að laga þetta vinstra megin í vörninni. Þetta of auðvelt hjá þeim. Það of oft sem að þær eru búin að bara með einföldu stiplingum og hröðum boltan tilbaka að vinna manninn og hafa skorað fjöldamarka. Ég hef ekki tölu á þeim mörkum sem að hafa skorað hérna í horninu vinstra megin. Aftur Auðubirna komin upp og með frábært skot, frábært mark og kemur Víkistelpunum í 10 mörk, staða 19-10 þegar 1 mínúta og 5 sekúndur eftir að leiknum núna. Framstelpurnar, það rólega vantanlega ætlaði bara að byggja upp, það markið Sóli aðeins aggressív og stoppar þannig Ernu Guðlaugu
Það er enda þarna framstelpur línusendingu sem var góð hugsun og í þriðja skipti kemur niður en núna var það hávörnin sem að náði boltanum frá Auðibirni. Þetta er mjög mikilvægt að hún sé komin hér í gýrin og þótt að hávörnin hafi náð þjá boltanum núna þá gerir þetta miklu meira. Núna er ljóst að þær munu ganga betur út í Auðibirni en áður. Það eru tvær sem fara upp í hávörnin alltaf og þá ef hún kemur boltanum áfram að þá er meira þá sínum er eins og núna að þar sem að þær voru komnar búin að láta stimpla yfir og komnar í yfirtölu en þetta gekk ekki, það var á þeim brotið. Já, Auðubrynja, það voru brutu Auðubrynju misti boltin en hann fór í hendurnar á Sólu sem að skora þarna af öryggið þröngri stöðunni í vinstra horninu og Víkingstelpurnar náðu bæti inn einu marki. Komnar í 11 mörk og búin að saxa munni sem mestur var held í 11 mörk til að mestar. Staðan er núna 19-11 fram í vil í hálfleik. Þær eru með örugga og góða stöðu. Enda flott lið, búið að skora mikið úr hraðahlaupum og greinilegt að það er engin tilviljun að þær eru að leiða deildina efstar með 22 stig, Víkingar með 6 stig. Eru farnar að sína þessar hliðar sem við erum búin að sjá oftar og oftar núna undanfarið. En staða þessi 19-11 í hálfleik Víkingur gegn Fram U í meistaraflokki kvenna.
Já, velkomin aftur á leik Víkings og Fram U í meistaraflokki kvenna, grilldeildin. Framstelpurnar leiða deildina með 22 stig. Hörkulið, það var sýnt það hér í fyrri hálfleik. Spila hraðan bolta, hafa skorað ótrúlega bara fjölda marka og mjög vel útfærðum hraðaupplöpum. Víkingsstelpurnar hafa verið að taka fleiri og fleiri skref fram á við í sínum leiki gegnum veturinn. Voru unnu með 9 mörkum hér í síðustu vikum lið Fjölnis og Fylkis. En við vissum það fyrirfram að það yrði á brattan að sækja á móti þessu sterka framliði og tölur hálfleiksins sýna það. Fram leiða með 8 mörkum, staðan er 19 mörk Fram gegn 11 mörkum Víkingi þegar að síðari hálfleikur hefst. En þrátt fyrir þennan mun þá hafa komið inn á milli mjög fínir sprettir hjá Víkingsstelpunum og nú síðast var gott að sjá þegar Auður Brynja kom inn eftir að hafa ekki hitt markið nægilega vel í fyrstu 2 skotum sem í fyrri hálfleik. En hún er búin að reynir sendingu þarna út á en klikkar en segja með Auður Brynju og átti frábæra neglur og góð mörk á það sem að gefur lofar góðu fyrir síðari hálfleikin. En því miður þá náðu Víkingsstelpurnar ekki að nýta sér þessa fyrstu sókn sína. Steinunn Birta heldur þarna vel utan hana Jónínu sín inn á línunni sem við boltan og hún átti ekki sens að hreyfa sig eitt eða neitt. Þannig ekki kom markið, en Framstelpurnar láta bolta ganga og út í hornið hér hægra megin og skot á vel. Þarna var Sanna Björk vel á verði og skorar og skot frá henni Ernu Guðlaugu sem hefur stjórnað leik Fram lengst af leiksins. Það var aðeins Víkingsstelpurnar voru í smá vandræðum í vörninni vinstra megin frá þeim séð þegar hægri megin að utan í fyrri hálfleik þar sem að þetta var vel gert hjá Örnu Þuríði sem að sendi út á hana Sigurlaugu horninu og sem að fekk nóg pláss til þess að skjóta en aldrei svo vant og þá lét hún verið hjá sér og enn einu sinni það sterkur. Leikmaður númer 15, Harpa María Friðgeirsdóttir, náði þarna boltan, misti fyrst boltan á aftur og komst í gegn ákjósanlegt færaskot í stöng en dómarinn mat það svo að það hefði verið brot á henni og þá réttilega, þetta hafi verið þá réttilega dæmt víti sem að Erna Guðlaug skorar úr og kemur fram í 20:11. Bæta hér í strax í byrjun síðari hálfleik. Sigurlaug komin hér í vinstra hornið, hún spilaði ekkert hér í fyrri hálfleiknum en er mjög öflug, mjög öflug í vinstra horninu. Arnarfyrir Arnarfyrir var ekki að sína með þetta núna, það kom enginn á mót henni og hún skoraði en já, það voru að prófa það að spila núna Víkingsstelpur. Svana Björg var aðeins og náði ekki að skipta nógu snemma og Svana Björg var aðeins á sinni marki og það skora hér frá miðju framarar. Og Arnarfyrir lagði boltann yfir á Auði og Helgu og hún í gegn. Þetta var klárlega ruðningur hafi varnarmaðurinn ekki stegið á línu. Annars hefði það verið eitthvað annað en boltinn, já, rúlaði hér fyrir utan ágætlega. Það eru hraðar, Framstelpurnar láta boltann ganga vel í gegn og þarna er inn á línusending og dæmt aukakast. Það hefði ekki mátt miklu muni viðbót þegar hún komist í betra færi að þarna hefði verið hægt að dæma vítakast þar sem hún stóð inn í teig. En dómarinn dæma hér aukakast.
hún er ákveðin, hún gengur vel út í leikstjórnanda Fram Ernu Guðlaugu, hún Sóley Bjarkadóttir og spilar hérna aðeins fyrir utan vörnina á klippir hérna út í miðjuna, freistar þess að trufla leik Fram sem hún gerir, en það dugði ekki til því Erna Guðlaug nýtti sér hérna blokkaringu á línuna sem fer í gegn á blokkaringuna hjá sér og kemst í gegn og skorar. Hefði hornamaðurinn gengið út í hana þá hefði hornið hægra megin verið eitt líka, en þarna var ótímabært skot hjá Örnu Þyrju sem að Fram stelpur ná frákastinu. Alana var í boltanum en missti hann svo aftur frá sér. Stöðva núna leikinn, það er bleitað eitthvað á boltanum, þannig að það skoða boltan, það er eitthvað ekki eins og það á að vera. Staðan hér í Víkinni þegar að tæpa 5 mínútur að liðna síðara hálfleik er 22-12 fram í vil 10 marka munur. Framstelpurnar fóru mjög kröftulega af stað í þessum leik og náðu að minnir 8 marka, 7-8 marka, mörgum ára Víkingar náðu að kveikja fyrir sig og voru 10, 11 og 12 mörg yfir þegar mest var, en Víkingar aftur komist aðeins betur í leikinn og hafa haldið svona aðeins í þær síðan upp úr miðjum fyrir hálfleik. En Fram var að bæta hér enn í muninn, staðan er 13-12 þegar 5,5 mínúta er liðin að leiknum og Víkingar setja boltan hér í gang. Það er nokkað vel, það er fara aðeins út á auðvitað eðlilega. Stórgóð skipta þegar Sákallinn er á henni. Arna Þyri, Auður, sækir í vörninni og Helga, Auður og Arna Þyri og það er allt galopið. Gekk þetta upp og Arna Þyri skorar örugglega. Alana var þarna með góða blokkeringu inn á línunni og Arna Þyri sá þá glufðu sem myndaðist, nýtti sér þar og skorar á öruggi. Þarna var Helga sem náði sendingu sem átti að fara inn í hornið. Þar freista þess að fara í hraðupphlaup sem að gekk ekki. Alana hélt að Sóley væri frí hérna í horninu en þá kom varnarmaður fram á milli, þannig að það var ekkert annað fyrir Aulun að gera en að reyna að skot úr ekkert alltof góðu færi sem var af vörninni sem fór út af sem betur verið Víking og Víkingar að halda boltanum í innkasti. Og þarna stórglæsilega gert hjá Örnu Þyrju, þykist þetta að láta boltan ganga áfram yfir til hægri, sér þá að varnarmenn eru fylgja og opnaði sklufu og hún í gegn og þá klufu og skorar ágætt mark og staðan 23-14 fram í vil, minnkaði þarna muninn og enn. Já, þarna opnaðist góð sending út í hornið hjá Frömmurum en það ég sé ekki alveg hver það var sem að skauti í slá úr góðu færi og Víkingar með boltan brotið á Helgu úr þessu svona seinni bylgju í hraðahlaupi og Víkingar byggja hér upp leiksinn í Arna Þyri, Helga, Arna Þyri með Auður Brynja, Sóley hérna í vinstra horninu, kemur hlaupur leysir inn á línu, Arna Þyri gefur boltanum, það er klippt út við Helga inn í hornið, það er halda boltanum, Arna Þyri að marki og ágætt til línusendingu sem að Fram-stelpur sáu við en Arna Þyri náði boltanum aftur á frákastinu. Það hefði mátt vera aðeins kraftur í það var hérna, þá erum við komin í gegn en það ná að stoppa hana. Nú með ógnar í fót á varnarmanni Fram og aftur fyrir og Víkingar fá hornkast. Arna Þyri, þetta hefði mátt vera inni, þetta var vel gert hjá henni og hún komur langt fremst í hraðahlaupi. Hún Harpa María en boltinn sendingin á löng og Víkingar halda 2-3 og Auður Brynja í mjög góðu færi og nær að skjóta en vel varið í markinu en það er dæmt aukakast og Víkingar halda boltanum. Arna Þyri áfram og missa
klaufalega frá sér boltan. Nú þær keyra að venju á vörnina, skiptir engu máli hversu seint boltinn kemur í leik, þær keyra alltaf á fullu í vörnina en þarna voru þær aðeins og fljótar á sér með slæma sendingu sem fór á milli fóta Lenu Margrétar, fór í fót hjá henni og Víkingar vinna boltan þar sem að það má ekki nota fæturnar í handbolta. Það er að segja ekki við það að koma boltanum frá sér. Ester komin aftur á miðuna. Það var spila nummer 1, Ester yfir á Helgu, Helga í gegnum vörnina og skorar, hún er seig hún Helga, skorar nú 15. mark Víkingstaða, nú 23-15 þegar að tæpa 20 mínútur eftir af þessum leik. Framstelpur í þægilegri stöðu en Víkingstelpur er svona að reyna að laga stöðuna eftir bestu getu og bæta sinn leik. Sóley og aftur opnast hornið hægra megin, það er að segja vinstra megin Víkingsmegin, allt og mikið. En sem betur fer fyrir Víkingstelpur og þá er skotið nú í stöngina út. Svana var búin að loka vel horninu, þannig að góð staðsetning og leikmaður fram freistaðist að skjóta nær stöngina en skaut bara í stöngina. Nú Ester á fullinu vörnina, Helga yfir inn í hornið og þar kom hún Isabella, þessu kringluskot, hún á oft mjög góð kringluskot, hún er það sem yfirleitt er örfendi. Og enn og aftur er það hér hægra megin í horninu þar sem að Framstelpur ná yfirtölu og koma boltanum út í hornið þar sem að hornamenn fram hafa alltaf svæði og allan tíma sem við þurfa í heiminu til þess að ná góða skoti og ekki öfundsvert að vera í markinu og standa á móti því og þær skoruðu nú 24. mark sitt staðan 24-16 þegar 20 mínútur eftir. Ester áframni sá það að var búið að klippa henni á ölunu sem að alunu. Helga reynir að komast inn en er stöðuð. Ísabella, Auður, Ester og hún fer í gegn núna, ég vissi það. Já, ekki gott skot hjá Ester. Beint á Ástrós í marki fram og enn einu sinni er það hraðinn í sóknaraðgerðum fram sem að skilaði marki. Það keyra alltaf á fullu og eru bara tempóinu á undan Víkingsvörninni yfirleitt og hafa uppskorið fjölda marka úr hraðaplöpum í þessum leik og staðan nú 25-16 þegar að 11,5 mínúta er liðin af síðari hálfleik. Ester, Helga, Ester, Auðurbrynja að láta boltan ganga hér og ganga út á móti Auðurbrynju. Muna vel eftir þessum tveimur góðu mörkum sem hún skoraði lok upp aftur yfir á Helgu og hún í gegn og þetta er víti og gróft brot og Erna Guðlaug, þetta var klaufalegt hjá Ernu Guðlaug, hún átti aldrei séns á að stoppa hana, hefði það bara átt að láta hana fara en keppnisskapið er mikið og hún brýtur þarna mjög illa á henni Helgu og Helga fær víti en Erna Guðlaug 2 mínútur og það er Erna fyrir vítapunktinum og aftur hittir hún ekki markið úr víti auk þess sem að dómarinn vilja meina hún hafi lyft upp löppinni eða stigið á vítalínuna og því miður fyrir Víkingstelpur að þá var ekkert úr þessu víti og staðan er þá 25-16 fram yfir. Þetta er ekki alveg Erna fyrir að klúðra þetta mikið af vítum. Hún búið að taka 3 víti, skora á reynu af öryggi en skjóta fram hjá því 2. Sóley mjög hörð þarna. Sóley fær 2 mínútur fyrir að stöðva Daði Ástu. Það dönsuðu þarna saman Daði með boltan og Sóley hélt henni eins og öflugur dansara og fekk 2 mínútur fyrir það. Mér fannst þetta svona kannski í strangara lagi en mögulega taldi dómarinn að hún hafi slætt hendi í andlit eða háls Framstelpunar og Svana með sitt það voru
Þarna voru þær búin að skipta út markinu sínu og markmanninu sínum til þess að halda sömu tölu í sóknin og Víkingur þar, en þær þannig að markið var galopið. Svana sá þetta og kastaði boltanum hér fram og skoraði á stað 25-17 fram í vil þegar að 17 mínútur eftir á leiknum. Bæði liðin eru manni færi núna. Það er mínúta þar til að Stúlkur fá sinn mann inn á en 1,5 mínúta þar til að Sóley Víkingstelpa kemur inn á. Var að segja það áðan að vantarlega dómarinn talið það að hún hefði slætt hendi í andlit eða háls Davíð Ástu og því gaf henni 2 mínútur sem á að gera í þessu tilfellinu. Og Framstelpur láta boltan ganga hér vel upp og það hafa verið góður í það að opna hægri megin með fullið. Nei, nú skipta þær yfir í gamalt og gott kerfi sem ég er búinn að sjá í 40 ára minnst að kosti og opna vörnina vinstra megin hjá Víking og skora. Það myndaðist stór glufi vörn Víkings sem að þær ná að nýta sér. Ef að hornamaður í vörn hefði farið inn á bakkinn þarna þá hefði vinstra horni verið galopið. Út af það gengur þetta kerfi og þetta var mjög vel gert hjá þeim og örugglega unnið úr þessari stöðu. Helga Ísabella Ester Helga og enn kemur inn hún í gegn og skorar. Helga fittar þarna fittar varnarmann upp úr skólu nánast, kemst í gegn og skorar aftur og staðan 26-18 fram í vil þegar að rétt rúma 15 mínútur eftir að leiknum. Víkingstelpur er ennþá einu færri og nú sjá hvort kemur aftur kerfi. Já, það kemur en nú er Víkingsvörnin búinn að sjá við þeim, sáu hvað var í uppsillingu og náðu að loka þessari glufu með góðri fótavinnu og færslu. Framstelpur fá samt gott færi hér í hægra horninu sem að Svana ver. Hún er búin að standa sér vel í þessu leik. Ester og aftur í gegn og skorar. Mikill kraftur í Ester og nú hefði við halló. Þarna voru fjórar Framstelpur komnar fram við þegar þeir taka miðjuna, þannig að þetta mark átti aldrei að standa. Þeir hafa verið góðir í því fyrirpars leiksins dómararnir að stöðva þegar hálfliðið fram hefur komið yfir á völl Víkings áður en að miðjan tekin, en það var ekki að þessu sinni. Þetta var hann gleymdi dómarinn sér svakalega, en það breytir ekki heildargang leiksins. Auður í gegn og það er brotið á hún stöðuð og í annað skiptið fær hún Erna Guðlaug 2 mínútur. Hún er dálítið ákveðin í því að hleypa mönnum ekki fram hjá sér, ýtti þarna að mati dómarans á eftir Auðubrynju og fær í annað skiptið 2 mínútur. Og Víkingar fríkast og byggja hérna upp sóknina. Isabella kemur á horninu yfir Helgu, það skiptir aftur Ester og Auður skýtur í vörnina og boltinn lekur inn í teiginn og hún Saraxja og Reykdal átti engum vandræði með það að taka þennan bolta, náði aldrei til hennar skotið einu sinni og Framstelpur aftur komnar hér í sóknina, einum leikmanni færri. Það skipta nú markmanni út af til þess að halda sama leikmannafjölda í sókninni og eru vörninni hjá Víking. Það eru 15 sekúndur eftir þar til að þegar maður kemur og það var hún Ingu Lilja sem tók sig bara til og skaut á markið og skoraði út í stöng vinstra megin. Nú Víkingstelpur bara setja boltan aftur í gang. Kerfi, Auðubrynja þarna komin alveg gegn og Ester. Það er brotið á henni. Þarna var hún búin að vinna hornamanni. Þarna var glufa sem fór hægra megin við bakkinni í vörninni og fram og
og varnarmaður fram hægra megin fór og hjálpaði. Hornið þá orðið autt en hún náði því miður ekki að koma boltanum alla leið. Auður byrjar að reyna að koma boltanum yfir á Sigurlaugu en það hengu í henni þarna í vörninni. Nú Ester Isabella Helga yfir á Alunu sem er ítt þarna fram og tilbaka og það er dæmt aukakast. Það voru þéttar þarna á miðjunni frá stelpurnar. Auður Brynja upp. Það fóru ekki stelpurnar, Ester náðast komin í gegn en þá glumdi tíma, hvað að segja, það var ekki bjallan, við höfum að kalla þennan ófóknu þessu sem þessi háað en það er allavega leiklið sem að Sigfús Páll þjálfari Víkinga tekur. Staðan hér í Víkinni fram 28, Víkingur 19, þegar að 47 og 19 sekúndur eru liðnar af þessum leik. Það eru 9 sekúndur þar til að framstelpur verða með fullskipa lið. Það létu það ekki á sig fá áðan. Það skoruðu bara einum færri á móti vörn Víkings. Og Víkingsstelpurnar voru hér svona voru að byggja upp sókn. Sigfús Páll ákvað að nota tækifærið og leggja upp næstu mínútur síðari hluta hálfleiksins. Staðan 28-19 fram í vil og boltinn kominn á stað aftur, leikurinn aftur kominn á stað. Auður Birna sem að, ógnaði Alana rykti á línunni og greinilegt að vörnin hélt að myndi gefa línusendingu á Alunu inn á línu en hún lét bara vaða í nærhornið og skoraði af öryggi. Gerir þetta oft á tíðum mjög vel hún Auður Brynja. Nú, það eru fleiri sem geta skotið hér. Hún Ingu Lilja Bergsdóttir var að skora sitt annað mark núna á stuttum tíma á langskoti og gerir það vel. Boltinn Sigurlaug komin aftur inn. Helga, Ester, Auður komin í gegnum vörnina en boltinn í vinstri höndinni. Það er ekki alveg skothendin hennar en búið að brjóta á henni og hún fær þarna fríkast. Ester, Örnu, Ester, Auður. Og þá vantanlega gerist eitthvað Ester í gegn. Já, það gerist bara það að Ester tennur sig í gegn og nær skoti á markið. Reynda búið að brjóta henni þannig kannski skoti ekki eins gott og það var en samt vel gert hjá henni Söru Sjá Reykdal að verja þetta. En Ester fiskar víti og tekur það sjálfa þessu sinni. Og skorar úr vítinu og minnkar munin niður í 7 mörk. Staðan er þannig, 8 mörk er vist. Staðan er Víkingur með 21 mörk fram 29 og rétt rúmar 10 mínútur eftir að þessum leik. Eins og sést á markatölunni þá hafa framstelpurnar verið sterkari og sneggri. Það spila oft ekki mjög hraðabolta en Víkingsstelpurnar samt þegar fór að líða leikinn staði betur í framstelpunum. Framstelpunar náðu þessu forskoti eiginlega bara á fyrstu 15 mínútunum þegar þær skoru hvert markið að fætur öðrum, mikið af þeim úr hraðaupphlaupum á meðan Víkingsstelpurnar voru ekki alveg búin að stilla skotin og áttu nokkur skot fram hjá markinu. Staðan 29-21 fram í vil. Nú Ester Arnar fyrir komin Alana þarna yfir Brynju sem að skaut núna röngum yfir stöngin aftur. Óöfn þarna þetta var ágætt færi sem komum í en boltinn aðeins og langt til hægri fram hjá markinu og framstelpur geta þá aukið aftur sem að gera munin og það er hún Erna Gunnarsdóttir sem að gera það alveg stórgóð, efnilegur handboltastelpa. Ester, Auður Brynja, Ester. Auður Brynja miðjuna og það vantar að kerfi uppsillingu. Helga, og Alana kemur hérna út, lætur boltan ganga yfir á Helgu og Ester og Auður Brynja upp í skoti og
bang, þetta var eiginlega bara mitt markið en bara nógu fast, nú snúa, þarna enn einu sinni eru það og aðeins kerun og þarna var það Hallfríður Jónína sem að tók aðeins og mörg skref þarna í hægra horninu en ég var að segja það, þær eru keyra svo hratt miðjuna framstelpur Víkingstelpur verða að keyra algjörlega fullu tilbaki í vörnina til þess að fá ekki á sig hratt mark eins og það fengið allt mörg á sig í þessum leik en sem betur fyrir þá náðu þær til núna Ester já, þetta er að mínum mati réttur dómur hjá dómarunum þar sem að Jónína Hlín stóð fyrir innan teginn þegar Ester gerði árásina ef að hún hefði fyrir utan teginn þá hefði þetta klárlega verið ruðningur en hún óheppin með það standa inn í teig og fá sér dæmt víti Ester tekur þetta víti en Saraksjá Reykdal verð það því miður fyrir Víkingstelpur og ennþá er munurinn 8 mörk, það er staðið 30-22 þegar 8 mínútur eru eftir af þessum leik. Nú, mér sýnist vera komin ný leikmaður í vinstra horn fram, ég bara hreinlega sé ekki númerið og veit ég ekki hver hún er, ekki búin að vera nógu lengi þessu til stað, þannig að Víkingar vinna þarna boltann og hefði getað gert hraðapp en það er keppt í fæðingu yfir á Auði og Auðun Brynja með skot sem að þetta var svolítið skrítið sem að náði ekki að markinu og það gerist nú ekki bara upp úr þurru og enn einu sem eru það framstelpur sem að svara með hraðauppi sem að skora úr af öryggi enda dauðafæri einn á móti einum á línu fyrir miðju marki það snilda markvörslu yfirleitt til þess að geta stöðvað slík skot. En þarna var Auður Brynja óbeinir ekki alveg af hverju skoti var svona skrítið. Ég hafi ekki verið yfir í hana þá áður eitthvað gerst, kannski harpíksið orðið lítið. Helga hérna áfram inn, reynir að finna sig í gegn en henni haldið. Nú Víkingstelpur byggja hérna upp sóknina Ester inn í vörnina, Auður Brynja upp á miðjuna og skýtur bara af gólfinu uppi, það skot og skorar. Fínt mark og stelpurnar núna mun fljótari vörnina heldur á stundum. Samt skapaðist nú ágætt færi þarna inn á, eða möguleiki góðu færi fyrir fram inn á línunni en línusendingin var stöðuð af Víkingstelpunni og Víkingsvörninni og fram heldur boltanum fengu innkast. Og þarna bolti gefur og þetta var vel gert. Þetta var vel gert hjá Hallfríði og nú þröngu færi, hún er réttendi þarna í hægri horninu en náði skotinu alveg út í stöngina og inn neðst í stöngina, fjárstöngina og hún kemur fram stelpum í 32 mörk, staðan 32-23 fram í vil þegar 5,5 mínútur eftir að leiknum. Víkingstelpurnar hér fyrir utan. Helga inn í vörnina. Hallfríður þarna fylgdi mjög vel eftir henni Auður Brynju og má vel að þakka henni fyrir að hafa staðið þessa sótt og það hefði verið hérna vinstra megin. Ester, Auður, Ester og Auður og rosa skot í stöng. Hún er búin að vera ótrúlega óheppin í allt á mörgum skotum í dag. Þetta er 4. skoti sem að, já, 3 skot fyrir utan og 1 hörkuskot í stöng en hefur hins að skoða nokkur frábær mörg. Enda góð skipta hún Auður Brynja. Nú Ester spilar nú framlíkjandi svona eins og Indjáni aðeins freista þess að stöðva eða stoppa leikaðgerðir fram og stoppa núna grítur á hörpilinu þarna á miðjunni. Nú komin hér og núna brýtur Ester á Valgerði hérna hægra megin fyrir þetta. Hún er bara allstaðar núna Ester, allstaðar þar sem að
einhverjar sóknaraðgerðir eru í uppsiglingu, þá kemur hún upp og skorar. Hún Ingunn Lilja fekk að vera þetta fyrir inn í kjöstinni, stekkur upp og þarna hefði vörðin átt að vera meira vakandi og ganga út á mótinu og hún skorar örugglega. Og Auður Brynja, enn eitt skot í Auður Brynju og hún heldur, kemur Víkingum í 24 mörk gegn 33 hjá Fram og það er eftir 4 mínútur á þessu leik. Þetta er unninn leikur hjá Fram sem reyndar hefur verið svona, sást í hvað stemdi þegar 10 mínútur voru búin að leiknum, þegar voru komin að held ég hafa verið 8 mörk yfir. Og það er raun og veru sá munur sem að 8-10 mörk, þessi 10 mörk hafa verið megnið af leiknum frá því svona, frá því að eftir fyrstu 20 mínútur svona það bil. Þannig að frá þeim tíma hafa Víkingsstelpurnar svona verið með í leiknum. Nú aftur fer hún þarna inn hægra megin, hún úr horninu, hún Hallfreður Jónína og skorar aftur nákvæmlega eins og áðan, neðst í stöngina og inn. Nákvæmt skot frá henni og velgert, rétt end en er að fara inn úr hægra horninu og það er ekki alltaf einfalt að skora þannig mörk. Staðan 34-24 þegar 3 mínútur eftir, 10 marka munur. Auður Brynja, Ester og Helga. Og Sigurlaug kemur hérna hlaupandi inn á línuna, Ester áfram yfir á Helgu og hún kemst hérna gegn og skorar. Þetta gekk upp. Sigurlaug var komin þarna á réttan stað í vörnina á línuna segi ég þarna hægra megin og blokkar þann mann sem átti að blokkara og Helga komst þarna í gegn og skorar. Og þá er Ástrós Birta komin inn og sofnuð í vörninni. Allt og létt fyrir Valgerði að hoppa henni gegnum vörnina og skora að koma fram í 35 gegn 25 mörkum Víkings. Það er þessi Ástrós Birta að koma inn núna í fyrsta skipti er hérna í hægra horninu. Ung stelpa fædd 2004. Auður beinir skot en hávörn Fram ver frá henni skotið. Boltinn í róleitin þetta Helga, Auður, Ester. Auður Ástrós tvöfaldar fer inn á línuna og Sigurlaug afturver Sara frá Sigurlaug. Þetta hérna Sigurlaug er búin að fara 2 færi en hefur látið verið hjá sér í bæði skiptin. Það er ekki algengt hjá henni. Yfirleitt er það bara 1 í 1 allavega. Hún er mjög góð efnileg hornamaður en þá í 3. flokki hjá Víkingsstelpunum. En nú fer þetta að styttast. Skot í stöng og Framstelpun á frákastinu. Og það er Elisabeth Dó Stingarsdóttir sem fekk frákast út í horninu og pláss og skoraði. Nú Ester, Auður, Ester og Helga. Alana fer inn á línu hægra megin og Ástrós Birta fer hérna yfir til vinstri en er nú 2 línumenn og Auður ógnar en Framstelpurnar búin að loka. Ester kominn yfir að Brynja miðuna og hún Alana tekur frákastið úr svona tiltölulega slökku skoti frá Auður Brynju sem að Sara varði en Alana tók frákastið og skoraði í staðan 36-26 þegar að 15 sekúndur eftir. Nú er það bara brjóta og halda en það gerist ekki þarna aftur. Þetta gerist áðan líka þar sem að Harpa Elín kemst í og bara lappar í gegnum vörninni svo ekkert sé. Auður að reyna að brjótast þarna inn í gegnum vörnina en er haldið mjög kröftulega. Það er dæmt aukakast eðlilega og svona það bil sem að leiknum lauk, þar að segja venjulega leiktíma. Auður Brynja getur hins vegar tekið þríkastið, síðasta skotið í leiknum. Það breytir ekki öllu, staðan 37-26 sem að vera loka tölur leiksins. Fram U ennþá topp grilldeildarinnar
bæta hér 2 stigum í safnið og komið með 24 stig á toppnum. Valur 4 stigum á eftir, en eiga væntanlega eftir að spila leik hafi þeir ekki verið að spila hér í kvöld. Hér í Víkinni þá leik Víkings og Fram lokið. Víkingar skoru 26 mörk en Fram 37. Þannig að Fram vann þennan leik örugglega. Það var vitað hér fyrir leikinn þetta yrði bratt, þetta hörkulið, þetta Framlið en Víkingsstjarnan hafa verið að sýna undanfari mjög góða spretti og áttu ágæta spretti hér inn á milli í dag. Mistu Framstelpurnar frá sér strax í byrjun í einhver 8 mörk en héldu eftir það svona meira og minna við Framliðið, minnkuðu stundum unnu meira og mistu þær aftur fram úr og lokast hann til sig 37-26. Við þökkum fyrir hér í Víkinni í kvöld. Takk.